bara góðan daginn mamma. Við báðum hlustendur að senda okkur spurningar Já, og við fengum nokkrar og Já. ég ætla að spyrja þig, við ætlum bara að svara þeim. já, ég ekki viss ég geti svarað þeim, en ég reyni, Af Já. hverju ekki? við sjáum til. Já, ok. Ok, þetta alveg brútal spurning strax. Ok, Hvað hræðist þú mest í lífinu? Í lífinu. Já, Ég held að sé þegar kemur að endalokunum já, og ég geti ekki faðmað mína nánustu og ég trúi nú á því að maður lifi áfram, en já, þú maður fara eitthvað. já, Já, ég er að veit, en ég veit ekki alveg hvernig það er. ok. Og svo finnst mér alveg eitt sem að mér finnst svolítið ræðilegt, sko. Ok, Að ég geti ekki sem sagt borðað, já, ég held að það verði ekki svoleiðis, og að ég get ekki hort á sjónvarpið. Og Netflix og allt þetta sem ég er alveg komin að fullu í og lesi bók, þú veist, það er svolítið skrítið ef að það veri bók heima hjá þér og hún fær að flettast allt í einu. já, Þetta finnst mér alveg hræði. Ég held að þetta sé já. sem að ég kvíði fyrir. Sem það get ekki verið í samskiptum við ykkur sem ég er vön að vera á hverjum degi. Einmitt, þetta er brjálæðslega áhugavert, sko, ég verð að segja, ég trúi nú ekki, ég veit ekki eins og hvort ég trúi á að eitthvað gerist að maður deyr, ég vona það, Já, en já, að maður, sem sagt, það sem þú sér fyrir þér, er að þegar við deyjum, Já. að við förum eitthvað, já, og þú sér bara að fylgjast með fólki sem er lifandi, já. og Þau verða út um þú allt. þarf bara að horfa á það sem þau eru að horfa á, eða getur ekki horft á Netflix. Nei, ég veit ekki, nei, ég held þetta, sko, þetta verið búið fyrir manni. Já, og bókin sem var að flettast, þú ert þá að meina ef að þú myndir taka upp bók heima hjá sem Stellu. Já, og ég ætla að lesa hana þegar ég kæmi í vitjun, Já, að þá gæti heyrðu allir hræddir, hvað er að gerast fyrir bókin, já, skilurðu? einmitt. Já. Og hvað var svona skemmtilega draugur? Já, ég vona það, Já, ef þannig verður. já, Já. einmitt. Já, það er röglega hræðilegt og líka því, sko, segjum, ég hef nú alltaf sagt að ég vilji deyja á undan þér því ég held sem mun ekki höndla það. Jú, þetta er bara lífið, þú veist? Já, en sko að því við erum ekki með sama smakkalveg á öllu. Nei, Til dæmis, þátturinn okkar heitir Mæðgurnar og Já. Mæðgurnar sem voru á RÚV í gamla daga, Gilmore Girls, þið finnst það Já. alveg óþolandi þáttur. já, ég verð svo þreytt, sko, hún talar stanslaust, mamma, Lorelai. já, Lorelai, og það er bara haust á mér að hann meðtekur ekki svona læti. Nei, Nei. einmitt. Þannig að það er þú En mér finnst þetta frábæri þættir samt sem aður, sko, Já, en já, já. ég var bara alltaf þreytt til þess að horfa á það. Ég skil. Já, Já. á þeim tíma. Akkurat. En já, ég hræðist mest að deyja Já, og að sjá eftir ykkur. já, Eða þú veist að hafa ekki gert eitthvað svona, þú veist, hafa ekki, hvað sem er, hafa ekki pröfað eitthvað sem ég langar til þess að pröfa. já, Þú veist, ekki fallhlífast, ekki myndi aldrei, það er ekki eitthvað sem ég langar til þess að gera. nei, Ég myndi ekki sjá eftir því. Nei. Ég er enda að fara í því svona, ekki kajak, hvað heit það, river rafting, oh Já. my god. já, Myndi aldrei gera það aftur. En ég myndi halda það að það deyja eða missa eitthvað nákomi mér. Ég held, mun höndla það mjög illa. já, svo kannski ertu bara orðin þroskaðri þegar það er að kemur. Þroskaðri? Já, ég meina að þú veist, maður þroskast með árunum. Já, ég veit veist. það. En ég er svo svona hrættum að þú veist, já, ég held bara að ég muni lamast úr áhyggjum. Eða svona söknuði. Ég, sko, þekkjandi þig, þá ertu mjög sterk persóna og þú myndir alveg, þú yrðir að sjá aðra, held ég. Ó, ok. Já.
menn það enda fínt hlutverk fyrir Já. mig, já, og akkurat. þú ert það góð í því, þannig Já, að takk fyrir það. ég hef ekki áhyggjur af þér. Ég lærði frá þeirri bestu. Mm. Ok, Og ég lærði frá mjög góðu fólki já, að höndla aðstæður. með hún og pappa. Já. Mamma var mikið sterkari sko að höndla hlutina. Ok. Já, Ég segi að ég hef lært margt af henni sko. já, Þó svo kannski, já, ég vil ekki segja mér það, en það er margt sem ég get tekið frá henni. ok, já, eitthvað sérstakt. Nei, bara hvernig hún tókst á við lífið Já, og ég myndi segja að hún hafi tekist alveg stórkostlega vel á við Mhm. lífið. hún var rosa skemmtileg. Já. Já. Hérna, svo fáum við hérna, hvað gefur lífinu lit? Mér finnst það að fyrir hláturskast það besta í heimi. Já, ég er sammála. Það er ekkert betra. Sko, þegar ég fer stundum í hláturskast og held að ég sé í alvörun að deyja að því, þú veist, ég get ekki Já, andað. þú fara svona eins og Já. þegar maður fara ekka. Já, Já. einmitt, þetta er svona þannig. Já. Mér finnst það ógeðslega gaman. Ég fór í sumarbústað með góðum vinkonum mínum daginn og ein vinkona mín hún Anna Friðrika, alveg opbóðslega fyndin. Ég man ekki hvað hún var að gera, þú veist, þannig að þessi saga sökkar. En hún bara ógeðslega fyndin. Já. Og hún talar einhvern veginn svona. Og við hló, já, hún bara frábær og ég hló svo mikið að þú veist, tárin svona lágu alveg niður og bara, þú veist, ég hugsaði svona, ef ég dey núna þá allavega ég í hláturskasti, það geggja. Ég gat ekki andað. Nei. Þetta var bara geggja. Já. En svona samverustundir með, þú veist, einmitt, svona góðum vinkonum, það bara geggja. Mér stakk ég á lífinu lit. Og samverustundir með fjölskyldu. Já. Mér finnst geggja að bara koma upp í geisla. Það það sem mamma býr, Þorláksgeisla. Ef vil koma í heimsókn. Ég segi ykkur maður sé þarna með eitthvað. Og bara liggja og chilla. Mér finnst það geggjað. Já. En þú? Sko, mér finnst æðislegt og bara bestu stundi þegar ég með vinkonum mínum. Já. Og að Bjargey, Edda og Greta. Já. Og það allar svona típur sem það alltaf hlæjandi og koma mann til að hlæja, þú veist, þannig að það svona oft læti, þú veist, bara í þessu. Og maður verður eitthvað svo hress, þú veist, nálægt þér. Já, og fær svona eitthvað svona energy Já, og það sprautu bara. engin tilgerð eða neitt, þetta Nei, bara svona bara því líður vel. Já. Getur sagt hvað sem og bara engin verður fúll þó maður segi eitthvað vitlaust eða eitthvað. Nei, nákvæmlega. Já. Og svo bara, þetta bara eins og ég upplifa með vinum ykkar Stellu og ykkur, þú veist, það það sama. Ég myndi segja að þetta væri það hjá mér. Já, svona góða samverustundir. Já, akkurat. Bara hver sem svona góð og skemmtileg manneskja, þegar hún ná í hlut þá það æðislega. Já. Hérna, ok, hér kemur ein spurning mig. Hvað það klaufalegasta sem Ebba hefur gert? Getur verið seinheppin? Man ekki, jú, Sella vinkona Stellu sendi þetta. Klaufi? Já, gastu það og alltaf að detta. Já. Og svona, bara ekki, frá því á skrekki, það var eiginlega alltaf eitthvað svo leiðis. Já. Og það var náttúrulega, þú varst mjög seinheppni þegar ökklabrotnaðir og fóturinn snerist, hvað heitir það, löppin á hann niðri. Ökklinn. Já, ökklinn. Já. Hann snerist við. Já. Ég sem sagt 3 ökklabrotnaði fyrir rúmum 2 árum. Já, það var 2 ári í janúar. Nei, það var 3 ári í janúar. Já, 3 ári í janúar, já. Og þetta var þannig að ég var að,
ég var búin að vera úti með þessum skemmtilegu stelpum sem ég var í bústanum. Já. Við erum í brunch club og við fórum sem sagt, og ég bara, það var svo ógeðslega mikil hálka. Þannig ég bara passaði mig að, ok, þú ert fræðilega í hálku, ég labba svona eins og mörgæs í hálku, ég er alltaf að passa mig svo sjúklega mikið. Og ég var í Dr. Martens skóm, þannig að ég hugsaði bara í vel skóuð. Kristín bara segið þetta alltaf við mig passaði að vera vel skóuð. Já. Hún er svona mamma 2 eða 3 og svo er ég, þú veist, í leigubíl úr miðbænum með Hreini og Sunnefu því þau eru að fara upp yfir eitthvað. Ég stíg og ég er komin fyrir framan heima. Bíllinn er farin og ég er bara bæ og svo bara sjúk. Já. Og öklinn er komin akkur og hann fór alveg heilan, halvan hring. Já. Og 3 öklabrotnaði. Já. Þetta var svakalega. Já, Það var mjög mikil óheppni. Já, þetta var eiginlega svona í alvörunni og svo man ég ekki láða núti, ég trúði ekki að þetta væri eitthvað alvarlegt. Já. Ég hringdi Óla og sagði geturðu komið að hjálpa mér að standa upp? Ég datt og hann eitthvað heldur og glæði væri eitthvað bara pissfull eða eitthvað, það var ekki málið sko, ég var bara, gat ekki staðið upp og hann kemur út með haldandi á snúlu. Já. Því hún náttúrulega getur ekki verið ein heima. Nei. Þau komum bæði út og hann, þú veist, reynir að hjálpa mér, hann segir bara, hann horfir á fótinn á mér og bara, það er nú ólíklegt að ég geti hjálpað þér að standa upp. Já. Ég þarf að hringja á sjúkrabíl og mér fannst það pínu vesen. Já. Ég sagði það líka við mennina sem komu þarna og sóttu mig eitthvað svona, þetta er ekki alvarlegt. Nei. Og svo að því ég býr náttúrulega 3. hæð og engin lyfta, það þurfti alltaf svona sjúkrabílar að fara að koma einmitt. Og þú veist, sjúkraflutningafólk var að koma, halda mig niður og halda mér upp og það komu einu svona sömu menn og þeir bara, guð, þú var svo hugrökk. Þetta var að gerast, þú veist, ekkert svona að væl og ég bara, þú veist, veit ekki hvernig þetta gerðist. Ég var bara að spyrja það hvernig dagurinn þeirra hefði verið og eitthvað svona. Já. Alltaf svona adrenalin kikkar inn. Já. Já, það er eins og maður finn ekki til í ákveðin, sko, fyrst þegar hlutinni gerast. Já. Svo kemur það. En þetta var alveg brútal og þú eiginlega fluttir inn til mín. Já, ég kom alltaf á mótnana. Já, þegar Óli fór að vinna, þá varst þú komin og varst að passa mig á snúlu frá 8 til 4 og svo tók Óli við. Já, einmitt. Takk fyrir það, ég veit ekki hvort ég sé búin að segja það. Það var alveg, en það var mega næs. Já, ég bara tillaði heim hjá þér, það var ekkert að vísi. Já, ok, ég ætla að það fleiri spurningar. Ef þú fengir að hitta þig sjálfa þegar þú varst 18 ára, hvað myndir þú segja við hana? Ég myndi segja hættu í megrun, Ebba. Hættu að fara í megrun alltaf. Ég myndi segja líka fyrir sjálfa mig. Já. Djöfull, eyðir maður miklum tíma í þetta. Já. Að hugsa hvernig maður lítur út, eitthvað svona, þú veist, ef ég geti sagt þér sjálf mig bara 18 ára, herði, oh my god, þú ert geggjur, þú veist að finna og skemmtilega og geggja fjölskyldu og vini, hætt að spá í, þú veist, bara í hvað stærða fötum þú ert, hverjum er ekki drullu sama? Nákvæmlega, af því að sko, þetta kemur einhvern veginn frá umhverfinu, þessi megrunarárta og sko, eins og ég segi á þeim tíma þegar með 18 ára, þá var ég mjög grönn. En ég var alltaf í megrun. Já, ég veit það. Og kona sem ég var að læra snyrtinguna hjá, hún var mjög flott kona, en hún var líka alltaf í megrun. En saman voru við alltaf í alls konar kúrum, sko í svelti, reynilega. Og gott að því að maður var nú blankur á þessum tíma, sko. Já. Og en þetta er óbáslega óheilbrigt, sko. Já. Og það er ótrúlega erfitt að aflæra þetta. Já, þetta fer ekki á heilinu. Nei, þú ert alltaf bara svona, nei, þetta,
maður þarf að passa þetta, þú veist, en þetta er svo toxic, þetta er svo eitrað og þú veist, og maður á svona eitruð samskipti, eitrað samband við, þú veist, mat og að svona að telja kaloríur og eitthvað svona, Já, þú veist, þetta er alveg bara svona klikkun. já. Þetta er mjög slæmt. Já, það er einhver skrúfa hérna sem ég er alltaf að koma við. Já. Ég Ég held þetta væri demantur. held að þetta væri komið með demant. Þeir sem eru að hlusta þá er hérna, já, þetta er svona, hvað er þetta? Sko? Þetta er bara skrúfur einhverju. Já, þetta er allavega mjög skemmtilegt að koma við. Já. En hérna, já, ég myndi segja við 18 ára Ebbu, bara svona njóttu, þú veist, og ekki taka smálán. Já. Það er eitur. Aldrei taka smálán. Þau voru ekki komin þegar ég var 18 ára, þannig að 18 ára Ebba hefði verið bara eitthvað hvert að tala. Já. En ég, hérna, náttúrulega hef ekki gert það í áratuga. Nei, ég meina að gera allir vitleysu á einhvern tímann á lífsleiðinni og vonandi bara getur fólk lært af því, sko. Nákvæmlega. Þú veist, það er númer 1. Er eitthvað fleira sem þú myndir segja við 18 ára Helgu? Já, sko, ég er svolítið stolt af 18 ára Helgu, hún komst, ég var greind með anorexíu 16 ára og það, ég hafði aldrei heyrt þetta. Þetta verður þó 76. Já, Já. og mamma hafði ekki heyrt þetta og það var bara, ég var með þetta á heilanum Já. og var fann að svelta mig svo, þannig að, Jesus. en ég komst út úr því. Já, þannig að 18 ára Helga, Ég er ánægð með hana, sko, þannig er hún farin að taka á því, sko. þú myndir svona segja að hann var að standa sig vel. Já. Já. Einmitt. Af því að það var ekkert sagt við mann, sko, þú veist, fólk bara þekkti þetta ekkert, sko, það var ekki verið að hvetja fólk svona til hlutana, sko, í gamla það. Þetta eins og, þú veist, það eru sumir sem segja, ég man, þú veist, það er eitthvað sálfræðingur sem sagði mér þetta og maður hefur heyrt þetta að þegar, þú veist, einhver er vondum við mann eða leiðilega við mann þegar maður er fullorðin, að þá verður maður svona, þú veist, litla manneskjan, að þú veist, að þegar maður var lítill. Já. Og ég hugsa stundum oft svona, þú veist, hvað myndir þú segja við einmitt svona 6 ára Ebbu eða eitthvað? Já. Mér er svona gott að hugsa, þessi spurninga er svolítið skemmtilega að þetta er 18 ára. Já. Þú veist, þá er maður svona, þú veist, Já, svona semi-fullorðin, já, byrja verða að lifa fullorðin. lífinu. Já. Og þú veist, maður er svo ógeðslega dómharður og þú veist, það er engin að hugsa hvernig þú lítur út. Nei. Þú veist, jú, þetta er fullt af fólki sem er ógeðslega dómhart og með ógeðslega ljótar skoðanir og svona fitufordóma, en þú veist, En það er bara illa upplýst fólk. já, en bara, þú veist, já, ég myndi segja við Ebbu litlu bara eitthvað, girl, þetta verður alltaf leið. Já. Þú ert geggjuð Já. og sætt. Já. Ok, fleiri spurningar hérna. Hvort var erfiðara að ala upp Ebbu eða Stellu? Sko, ég get eiginlega sagt þetta bara þannig að Stella, það fór ekkert fyrir henni. Hún var, en mjög ákveðin, það bara, Hún byrjaði að tala eins á sig, eða ekki? jú, og hún var aldrei, sko, ég man bara eftir einstafsamvalinu hennar, það var bara, fólk talaði hún er bara þessu lítil kona, af því að, sko, hún bauð velkomið fólkið og þakkaði gestunum fyrir, sko, hún var þessi típa, Já. en þú var svona, það fór meira fyrir þér. Það var svona meira fjör, sko. Kemur mikið óvart. Og í öllum afmælum, Já. þá þurfti þú að standa upp á stól og halda ræðu, Já. sem fólst aðallega í því að setja út á pappa, mikið pappiðinn. Að setja út á pappa? Já. Æjæj. Þá var tölvuna komnar og þér fannst það svo mikið í tölvunni. Já. Hvort að þér hefur langað í tölvunni, ég veit það ekki, en það var svolítið mikið verið að setja út á hann út af þessu. Já. En þú varst með, af því þú varst svo ógeðslega feimin.
Já, en samt þurftirðu upp á stól og helst að hafa Sigurbjörgu systir við hliðina á þér já. sem stuðningsmann og Hún ég á var myndbönd af þessu, já. svolítið, Einmitt Kata frænka tók upp Já. alveg svona mikið af, já við vorum að horfa á eitthvað vídeo daginn þar sem ég já, og það Bara tók s- bara allt afmælið, þú ætlaðir að syngja fyrir fólki og það var í það að syngja restina. förum í fjörið úr grís. Og þú varst að hafa Sigurbjörgu með þér. Já, hún stóð við Já. hliðina á mér. Og það var svo gaman að sjá hérna þessa myndi, mér fannst það alveg bara. En ok, þannig Þannig að þú varst svona, og ég get nú sagt eina sögu að þér sko sem var svakaleg. Þannig var að ég fer á fund kvöld og amma Dóra er að passa þig. já, Svo er hún bara búin að setja þig inn í rúm og þetta var þykkt viðar, hérna, eikarúm. og svona barna, Já. já, Og hún svo heyrir hann einhver djöfis slæti í herbygginu. Þá varstu búin að rífa rennvarúmið í sundur. Og þarna ertu sko ekki talandi, þú sért ekki, rúmið var enn svona niðri. já, Það var hægt svo að færa þau upp sko. Já. Og hún bara var alveg miður sín að barnið bara búin að brjóta rúmið. Þá Veitu, hvað var ég þoldir þú gömul? ekki. Þú hefur verið þarna, svo hafi ekki verið rúmlega 1 árs. já, Þú varst ekkert vön því að vera sett bara inn í rúm og hérna að fara að sofa. Þú fórst alltaf bara, ég vildi að sofa þegar við fórum að sofa. já, Þetta var alltaf meðan ég var heima þarna, ég var ekki farin að vinna. já, Ég man það og hérna, þannig að þú veist, það var öðruvísir, voru ekki þessar reglur eins og í dag voru að fara að sofa klukkan þetta. Þannig að þú þoldi þetta ekki. Svo kom smiður að laga rúmið daginn eftir og þú stóðst yfir smiðnum og horfðir á að þvílíkum augum að hann hafði það tilfinningu, hann hefði skemmt rúmið. Þú var svona karakter sko, og mikið að skella hurðum og já, já, það var svolítið gaman að það sko. já, En- en hvernig teklaðir þetta? Þú veist, þegar ég var að skella hurðum og, eða þú veist, ok, þannig er ég bara óviti. Já, þú varst að skella hurðum þegar þú var svona lítil, þú varst alltaf í Já. göngugrind. Já. Er ég þá að skella hurðum? Já. Já. Og sko, mitt ráðan er að hafa hurðina lokaðar. Ég var svo hrædd puttan á þig. Já. En þetta var svona skemmtilegt hjá þér, sko. Já. En á úlingsárum, þú veist, og hvort var auðvöldara að ala Stellu? Það var bara svipað. Já? Já. En þú var samt mjög stilt, sko. Já. Alveg framveitir. Ég lent aldrei í vandamálu með hvoru ykkar á hvorki úlingsárun né þau voru litlar, sko. Nei. Það er, Þetta var bara svona eðlilegt. já, bara eðli úlingaveiki. En þú varst erfiðari við Stellu þegar hún var að passa þig þegar ég var því ég var búin að vinna sko í snyrtingunni, þá fór ég hérna að skúra alltaf og hérna, hvað ætla ég að segja, og þá varst að tína stundum. Og elskaðir einhverja nunnur, varst alltaf að fara til þeirra í annað hverfi, sko. Nunnurnar í Seljónum. Já. Já. Og mikið Stella var alveg í sjokki, sko. Já, ég fór með þeim hvert, bara, já, ég hérna, hvað er þetta, klaustur eða? Já, þetta er einhver svona, ég veit ekki hvað þetta er þannig í Seljakörðinu. Já. Og svo komið þær einhvern tímann í heimsótt í mig, þá varstu búin að bjóða þeim í heimsótt. Þú veit það. Þetta var indælis konur, sko. Já. Ég man sko eftir að hafa farið þangað að því vinkonur mínar voru kaþólskar og mér rámar svona í að þær hefur sagt, við fáum alltaf að borða þess og ég er bara, ok, geggjað, það ljómar sjúklega vel og fór hérna með þeim. Þannig að það hefur, já, svona slegið gegn mér. Ég var drullulega við Stellu, ég man að afi hérna, Óli setti svona lás á hurðina hennar Stellu, þú veist,
svona fyrir fram, að þú veist þannig að hún Já. geti læst herbygginu Já. þegar hún færi, af því Já. ég var náttúrulega alltaf að fara þangað inn og hlusta á geisladiskan hennar Já. og þú veist, fara í fötin hennar og eitthvað, þannig að afi setti þennan lás utan á og Já. ekkert þegar Stella var að passa mig, Það var svona krókur. já, akkurat svona krókur. Þegar Stella var að passa mig þá bara, hún fór inn í herbyggi og ég náði í stól og ég læst hann inni. Já, það var svakar. Hún var að passa mig. Já, Þú veist, hún var að passa Já. mig. og Ég hún fekk alveg áfall kreið, sko. Læst Hún að var á 7. hæð í Aspafjallinu að kalla út bara, já! Þannig að hún, Það voru uppátæki. já, Mm. já, greið Stella maður, hún átti líka svolítið mikið þátt í að ala mig upp. Já, hún tók alveg mjög mikið þátt. Og Og ábyrgðarfull, hún var ofboðslega ábyrgðarfull. sko. já, eins og þú sagðir, þú veist, hún var að bjóða fólk velkomin þegar hún var, þú veist, bara Já, í þessu fyrsta afmæli. eins árs Já. afmæli. Já. Hún líka byrjaði að klæða sig eins og hún inni á Alþingi bara þegar hún var 12 ára. Já. Hún var í svona drakt. Já. Og ég lagði til einhvern tímann við vinkonunnar og ég sagði hérna, heyrðu, á ég ekki að kaupa svona föt eins og þið eru á hana. Já. Og þá sagði hún, Hanja, Stellu, þú fyrir ekki að breyta henni, Stellu. Ég sagði, nei, er hún ekki strýtt á sig? Nei. Já. Já. Það var þarna búðin hann að Jóns á milli, var það Já. ekki? Og það var skólastjórinn í Fellaskóla. Það var einhvern tímann, það vantaði leiklistakennara og það var ekki til peningu fyrir því. Mhm. Og þá fór hún og sagði, ef ég finn kennara, allar skólinn þá að borga það. Já. Og hann heldur það, þannig eru þetta mannski drakt og tala við hann og hann heldur þetta sé 14 ára. einhver, Stelpaði drakt. já. Já, ákveðin. Og hann sagði mér seinna, sko, ég hefði aldrei samþykkt þetta að ég hefði vitað þetta. Ég held bara að hann væri orðinn svona fullorðinn og vissi það ekki að þetta væri krakki í skólanum. Ó, já, Og svona hefði ok. glemt að kynna sig eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það var, sko, eða hann ekki heyrta eða eitthvað. Já. Og hún fór bara samtal og svo náði hann í hitti einhvern leiklistakennara, fór, hvað heitir staðurinn hann í Bankastræti stóri? Mm. Rosa stóri, þetta var svona skemmtistæður í gamla dag. Skiptir ekki, Sóló, já. Og þar voru gerðir samningar og hann hélt að hann var að semja við einhverja mikið eldri mannskju. En þá var það bara Stefánía. Hún alveg með þetta. Já. Nákvæmlega. Ok, og hér önnur spurning. Hvaða hvolpar eru þið í hvolpasveitinni? Ég man ekki hvað heita allir. Sko, ég held að ég geti verið sambland á köp og að því ég get ekki beðið, ég þarf bara að drífa þetta strax að, Já. og Sumo, þannig að Seifur heitir hann á íslensku. Hann alltaf á björgunarbátnum og syndi mikið, þú veist. Já. Ég, Já, köggur alltaf snöggur. Já, einmitt. Sko, það sér sig í mörgum, sko, þú veist. Ekki Bessa, ég er ekki þess að sakvall fólk. nei, já, ég er hann. Já, Er það ekki Dalmatíuhundur? Jú. Jú, ég myndi segja að ég væri hann. já, Ég, sko verður vikuna, ég hef hort mikið á hvolpasveitina með Sigga litla. já. Ég man, þú veist, ég fatt ekki alveg hver allir eru, en Kata, systir þín, guðmóðir mín, Já, hún er alveg eins og bæjarstjóri. já, alveg. En það hún köllu það, hann Kata frænka, segir Siggi. Ok, Það er herðu, svolítið sniðugt. við komum aftur eftir smá. Ok. Við erum komnar aftur og ég er ennþá haldandi á þessu stykki eða aftur. Þetta er svona eins og svona bánsinn minn. Já, þetta er svo bjargráður. Já, eitthvað þannig. Já. Þetta er rosa Já. skemmtilegt.
ef þið mynduð skipta hlutverk í einn dag, hvað myndi gerast? Ef að ég þú og þú ég, þú mátt svara fyrst. Ég þú. Ég bara sinna, Þú þarft að vera með uppistand fyrir Íslandsbanka á eftir. ég? Nei, þú ert ég. Já, ég myndi bara rumpa því af. Já. Vera bara fljóti í það. Ha. Já. Hvað brandara Semja eitthvað gott, nota eitthvað skemmtilegt sjálfa mig Ok. og gefa þeim bara góða kvöldstund. Já. Já. Ég myndi ekki dvelja við þetta. Ég myndi vera fljótar en að semja þetta því að annars ég með þráhyggju fyrir því. Já. Þannig að ég held að það væri mjög gott. Einmitt. Ef þú þekkir mömmu þína, hún mjög fljót að yfirleitt að rumpa málunum að. Já, ég var að mynda að hugsa sko ef þú verður ég í einn dag, þá væri fataskapurinn minn, hann væri sko fullkominn. Já. Það væri svo vel tekið til í honum, ég myndi finna allt svona auðveldlega, því ég fer einhvern veginn inn og bara svona já, en Já. þetta er það sem ég var að Alls ekki loka skápunum. Nei, Þeir eru lokaðir. Já, en það yrði rosa allt í röð og reglu og hreint hjá mér í einn Já. dag, ég var alveg til að pröfa þetta í einn dag. Þú Já. þarft ekki, þú ert ekki að kissa Óla eða eitthvað svona. Nei. Það er allt í góðu. Já, Óli búin að fá nóg af mér eftir þennan dag. Já. Ég veit ekki hvort hann þyrfti hálfa. Það var Það enda er ekki læti fyrir Óla. Já, það er mjög mikið aksjón þegar þú ert að taka til. Já, ég Já. ekki svona. Nei, Í dag tek ég þetta í slumpum, Já, já, já. þú veist, Akkurát. ég get það ekki, en unga Helga myndi gera það. Akkurát. En þarna, já, sko, ef ég væri þú, byrju, ok, ég væri þú, ég var að fara í sjúkraþjálfun, ég var að passa Sigga, Bara göngutúr. Já, fara í göngutúr, já. Er eitthvað svona sem ég gæti ekki gert sem þú gerir? Þú getur ekki Þú talar stanslaust í síman. Ég myndi, já, það væri mjög erfitt Nei, fyrir ég mig. tala ekki stanslaust. Ég tala við ákveðnar persónur og það Ég er að segja það. til svolítið, kannski aðra einu sinni í viku og hinna á hverjum degi. Marga á hverjum degi. Ég myndi vera rosalega þreytt. Þetta er breyst mikið. Mamma. Þetta er breyst rosalega frá því að þú varst með mér. Sko, Ég tala við Guðni í systur á hverjum einasta degi. ég veit Og það. hina bara öndurum á sinnu. Já, ég veit ekki hvort ég geti alltaf verið En því ég var að að vinna, halda þessum þá voru þær samræðum uppi. var maður alltaf að tala á kvöldi. Já. Ég held að þetta myndi finnast þetta erfiðast að svona þið hafa alltaf eitthvað umræðaefni, þú talar líka við nokkra frængur og svona og Stella, þið talar Nei, ég tala ekkert mikið við frænku mín. Ok, Ekki í dag. já. Tímarnir hafa breyst svo mikið. Fólk ekki að hringja svona Nei, en þú landlínu ert símtöl. ennþá með heimasíma. Það er talað Guðni Já. og náttúrulega Dísu frænku, Já. þína. Mhm. Hún er skáldunni og Já. við tölumst við oft, hún hringir í mig oft á dag, Ég veit það. Já. og það er bara fínt. Mhm. En Það eru tvær sem ég tala við daglega, Já. Akkurát. og svo náttúrulega ykkur. Já. En ég held að sko við ættum að pröfa þetta. Þú væri ég í einn dag, kemur heim og myndi taka til skápunum Já, mínum svo gera það bara í haust. og Prófa þetta. já. Ef ég er í sæmilegu formi, Já. þá skipti ég þessu bara í 2 daga. Já. Því ég er líka, þú veist, við erum held ég að fara í framkvæmdir á næstunni. Já, þá fyrir ég nú ekkert að hjálpa henni ekki. Nei, ok, kannski eftir það getur ég hjálpa að skipuleggja þetta. Já, ég Já. get gert það. Já. Því það Ég er get eitthvað ekki sem líkamlegt, sko. Nei, þú þurft ekki, nei, ég ætla ekki að gera neitt heldur Nei. í þessum framkvæmdum. Bara ráða fólki að gera svona hluti. Já. Algjörlega. Já, svo er maður bara að ráða einhvern til þess að koma og þrífa
Já, Að- einmitt, ég hef gert það, það er algjör snill, Já. ég mæli með. Ok, við taka eina spurningu í viðbót. Hvað er það sem þið hafi lært mest af hvor annari? Og ég bara, Já, mér finnst ég hafa lært að þér að vera svona þolinmóðari, merkilegt ná. Og ég er að reyna að setja mig inn í það sem þú ert að taka mig svolítið í gegn, sko. Ég kann ekki allt þetta, þessar breytingar í sambandi við öll kynin og Já, allt já, þetta. já. En ég vil reyna að hafa þetta rétt og þú eru svo almennilega að hjálpa mér og sem, mamma, þú mátt nú ekki segja þetta, já, 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 já. þú veist, og svona. Og já, bara eins og bara hvernig maður talar í sambandi við fólk frá öðrum þjóðum, hvernig, ég kann ekki orða þetta, sko. Ég er að hjálpa þér að vera meira politically correct. Já, já, Sem er á íslensku, já, politist rétt þenkjandi. já, að maður sé ekki, sko, að maður tali rétt mál. Já, Mér já, finnst það skipta máli að því mér finnst þetta oft orðið svo ljótt já, og líka fólk vill ekki kannski setja sig inn í þessi. já, er bara eitthvað, þetta er oflókið fyrir mig að fara að nota eitthvað svona hán. Já, ég var nú gömul. Já, ég ætla bara, þú veist, þetta er bara leti, sko. Já. En þú ert mjög dugleg í því að svona, þú móðgast ekki ef ég segi eitthvað svona, nei, það maður segja þetta. Já, Hérna, já, mér finnst þetta bara skipta máli. Já, En það tekur tíma. já, auðvitað. Þetta er orðið stór pakki, sko. Mhm. En lærður þið þolinmæði frá mér? Ég Já. er rosalega óþolinmæð Nei, týpa. ekki, ég sé bara hvernig þú hefur að vinna við þroskahefta og varst lengi að vinna Maður við segir til dæmis þroska Já, hamla. þroskahamla. Þetta orðið er svolítið fast í mér. Já. Já, og þú varst að vinna við það Já. og bara eins og við Dísu frænku þína, Mhm. að hann gerir það vel, sko. Ég er að reyna Nei, að segja maður kannski eitthvað annað. Við biðumst afsökunar ef maður segja vitlaust. Þroskaskerðingu, já, eitthvað svona. Já. Fötlun. Já, þetta Já. er bara fötlun. Já. Já, og þú veist, það er alls konar svona hlutir Já. sem ég myndi taka frá þér. Já, takk fyrir það. Ég myndi segja að ég hafi lært, sko, fyrst og fremst bara að vera hlý og vera alltaf til staðar þegar, þú veist, eitthvað svona, þú veist, ef ykkur hringir í mig miðanótt eða eitthvað svona, þú veist, það er bara, fólk veit að það er allt í lagi. Ég myndi svona, og það að vera svona blíð og góð, þú veist, við ókunna, þú veist, svona, kannski eitthvað sem á bátt, þú veist, að sýna svona náunga kærleika. Já, þú ert með það líka. Já, en ég lærði það frá Já, þér, já, þú veist, það já, kom ég ekki meina, bara já. á sjálfsögðis. Og svo, svona, að elda. Já, ég gleymdi þínu. Ég Ég lærði það líka af þér því að þú komst með eitthvað nýtt í eldamennsku. Já. Mér fannst það æðislegt. En þú veist, ég til dæmis, sko, ok, þegar ég bjó í Bretlandi þá man ég að þau kunna ekki að krydda, sko. Þau setja ekki neitt krydda á neitt mat. Nei. Alltaf mjög bragðlaust og ég var alltaf bara eitthvað, þegar ég bjó úti að krydda matinn ógeðslega mikið og bara eitthvað, hvernig veistu hvað þú nota? Ég bara, mamma, þú veist, kryddar matinn, bara, og að þannig að hann var geggjaður. Já. Og líka svona að bara geta tekið, við tölum um daginn þegar það komu Lilja og hvað heitir hún aftur mamminar? Sigurjóna, já. Að bara svona taka úr skápunum og búa eitthvað geggjað til. Já. Það er ógeðslega gaman. Já.
svona samtíningu, Já, veitir það já. ekki. Já, maður svona redda sér. Já. En svo, við tökum eina, hverju dáistu að í fari mömmu þinnar eða dóttur þinnar? Bara dáist að hvort dugleg. Lífið hefur bara gefið þér alls konar svona lil spil í ymsu og þú hefur bara tekist af það mjög vel. Takk fyrir það. Já. Og sömuleiðis. Takk. Mér finnst þú alveg vera brillera núna. Takk fyrir. Og ég hefur alltaf gert, sko. Þú ert Það best. þarf svolítið að passa sig að rífa sig ekki niður. Já. Já. Mm, Af því það er alltaf ljós. at the end of the tunnel. Já. Akkurat. Höfum þetta loka orðin. Já. Ég elska þig. Ég elska það líka. Ok, takk fyrir. Sömuleiðis.